Í sátt við samfélagið yfirskrift fundarins í dag og það sérlega viðeigandi yfirskrift enda á sér stað í dag einstaklega djúp samræða samfélagsmál nú einmitt þegar við göngum til forsetakosninga á laugardaginn. Ég held að það sem við getum kannski einna helst lært af sögunni að horfa til lengri tíma. Ég hef alltaf áhyggjur af því að við horfum til of skamms tíma yfir höfuð í samfélaginu í dag og það sem var gert þegar að álverið Straumsvík var sett á laggirnar og Búrfellsvirkjun fór í gang, þar var horft til langrar framtíðar. Á þeim tíma voru bara að taka út rússneska olíu og setja íslenska endurnýja orku í staðinn. Og þetta eru bara einn stærstu, hugsanlega bestu, ekki bara umhverfislegu heldur efnahagslegu ákvarðanir sem við höfum tekið. Og þetta var miklu erfiðara að gera þetta sem sárafátæk þjóð sem átti litla fjármuni heldur en þau verkefni sem við horfumst á við núna. Og eins og við þekkjum að þá eru núna rekin 3 álver á Íslandi og þarna eru einhverjar stærstu fjárfestingar Íslandssögunnar. Ef maður tengir sér pínlítið við hringrásarhagkerfið þá ofsalega cool að tengja það við þessi 3 álver því að þau eru öll misgömul. Við erum með glænýtt, við erum með eldgamalt og svo eitt þarna í miðjunni sem í rauninni endurnýtt af því ég veit ekki hvort allir vita að Norðurál var álver sem átti að henda í Þýskalandi og var flutt til Ísland og endurnýtt. Eins og fjallað var á ársfundinum fyrir 2 árum þá eru álverin hvert sig lítið samfélag, raunar heilt þorp þar sem fjölbreyttur hópur fólks leggur sig fram að skapa eftirsótt græn verðmæti á öruggan, samkeppnishæfan og samfélagslega ábyrgan hátt. Og eins var athyglisvert að heyra hvernig Austfjörðum líður núna þegar starfsemi Alcoa hefur verið þar þessi ár. Af hverju segjum við að við lítum á Alcoa Fjarðaál sem samfélagsverkefni? Það kemur til að því hversu gríðarlega mikilvægt fyrirtækið samfélaginu. Mér finnst þessi fundur ganga mjög vel og sjálfs ekkert sem kom á óvart en það var svona nýbreytni að við fengum fulltrúa landverndar til okkar í panel og mér fannst það eiginlega standa upp úr að við fengum til okkar fólk sem hefur kannski aðra sýn á hlutina heldur en við en svo þegar uppi staðið og kannski það sem var svolítið niðurstaðan í samtalinu að við erum svona öll að róa í sömu áttina, við höfum bara mismunandi sýn á hvernig við gerum það. En það mjög spennandi að heyra frá Álviti og alla þessa nýsköpun. Þetta náttúrulega hlutir sem maður hefur ekki aldrei nokkuð tímann heyrt Kragasalli og forbökuð skaut, þetta hljómar þessi kvöldmatur í mínum eyrum. Já, það. Að það myndi bara framleiða rafskaut með 25% álbindiefni, þá gætum við sparað íslenska álgerinum 320.000 tonn af koltvíoxíði á Íslandi árlega og það eru miklu stærri tækifæri þarna líka. Ég held að áliðnaðurinn á Íslandi og nýsköpunarsenan sem hér að skapast muni verða til þess að ál frá Íslandi verði ennþá verðmætara með tímanum. Reglulega heyrast þær skoðanir að orkuskipti séu lítið mál. Einungis þurfum við að slökkva á álverum og stundum höfum við fengið að heyra að álverin skili litlu til samfélagsins. Þetta auðvitað alls ekki rétt. Það samt áhugavert að velta fyrir þessu nafni sem að stóriðan hefur fengið að vera orkufrekur iðnaður og hann orkufrekur á endurinn orku en við tölum aldrei ferðaþjónustu eða ferðamannaðinaðinn sem orkufrekan iðnað en hann notar jafn miklu orku en hann notar bara jarðeldsneyti. Ál á Íslandi framleitt með minnsta kolefnisspor í heiminum og það mikilvægt framlag til umhverfismála í alþjóðasamhengi. Þannig að sem umhverfissinni þá stend ég bara með álframleiðslu á Íslandi.